þá áttu eftir að spila best of 3. Þessi best of 3 lastaði 4 til 5 tíma. Við spiluðum frá 9 morgni til 3 nóttina. Eru commentators á staðnum eða hvernig svona Commentators voru lengur bara að gefast upp sko. Farnir heim Yo shit, herru, poddið kom á Patreon. Ég gef út 4 auka þætti í hverju mánu á Patreonu og þetta miklu meira uncensored, hvað sem fyrir anything goes, skilur. Þetta the Wild West á Patreonu. Mæli með íta linkið í description. En svo annar mál, vegspjald.is. Þetta fyrirtæki sem ég opnaði fyrir nokkrum mánuðum síðan. Ég er búin að tala mjög mikið á síðustu podcastum. Þetta þess að þjónusta sem basically þú getur keypt hvað mynd sem útprenta í flottum ljósmyndapappír, í flottum römmum og það kemur beint heim til þín. Margir eru að panta bara myndra fjölskyldu sinni og eitthvað svoleiðis, en svo vinsast að vara mín núna sem 50-70 cm rammi og flestir eru að kaupa sér bara hvað sem sko. Til dæmis eitt krakki í gær var að kaupa sér svona Jón Pál, bara svona movie poster sko, geðveitt peppandi sko. Þannig að ef þú ert með eitthvað flotta hugmynd af eitthvað sem þið langar á veggin, íttu þá á linkið í descriptioni til að fara á vegspjald.com. En nóg með það, hérna poddi. Velkomin á poddi með Frikka, við erum með Heiðar hérna. My fucking main wow man from back in the day. Já. Þú veist þess að núna, þú ert orðin bara pro gamer eða, þú ert að Já, þú fór greitt fyrir þetta núna bara. Ég að fá greitt fyrir þetta, en þetta náttúrulega Ísland og þetta frekar lítið þá. Já. Þannig að ég ekki að fá nú til þess að lifa á þessu. Þannig ekki ennþá. En þetta hægt að rólega gerast sko. Já. Alveg hægt að rólega. Hvað leikjum svona, þú ert Dusty núna, þú talar eitthvað áðan á spónur í mörgum liðum. Já, þetta þess að Counter-Strike náttúrulega mikið svona, þetta ekki beint, þetta svona pínus og fótbolti nema ekki alveg jafn, kannski gróft, ef það meikar sens. Gróft, já. Ég náttúrulega kom ekki inn í íslensku senuna fyrir enn 2018, þá fyrir fyrsta lið sem heitir Skaði. Skaði? Var það í CSGO þá? Það var í CSGO. Og síðan ég bara eitthvað flóta nokkur íslensk lið, sem lendi ég í slisi, þannig að ég í burti 8 vikur. Jesus man, varstu bara nýbærið á þeim? Það var nýbærið á þeim, við vorum bara saman ykkur 2 mánuði. Og sem lendi ég 8 vikna slisi, það var náttúrulega litla vesenið. Og líka hvernig ég slasaðist sko. Já, fór í trampolíngarðin. Trampolíngarðin? Og ég var bara átt í 8 vikur sko. Það rush bara í bænum? Já. Hvað gerir þú? Þú bara að gera heljarskökk og bara Þú veist hvernig þetta splitta í svona marga svona sali basically. Þú veist, dodgeball, curveball og það allt. Akkurat. Ég var ofan í þess að trampolíngrifjunni. Okay. Og ég ætla að hoppa aftur upp á svona catwalkið sem yfir allan salin. Og ég náttúrulega miskalkuleitaði það eins og síðan svona lappinu var hittu pallin og ég sé bara faceplantaði þig. Shit, ég man að þetta að ég má ónýttan putta út líf mitt fyrir það sko. Fuck, en hann eitthvað bara þau spiklaður eða bara. Þetta er þess að þau horfður á beinið hérna. Já, hann svolítið svona poppar út. Já, wow, það sést alveg mun á því. Hvað, fórstu bara inn á milli eitthvað út eða bara? Ég datt þess að og ég lendi óna og fuck, það í fötunum bara. Já, bara, ég sé líka bara já, hvernig þið slasaðir? Ég var í trampolíngarðinum. Er það ekki fyndið svona, þú veist, fótballtakaður þú veist, lenda alltaf í slisi með fótana, þú veist, ég bróta fótana. Þú lendir akkurat í slisi sem mun fokka þig upp, maður. Það var mjög þarf. Já, þess að ég búin að vera að slatta liðum og flótaði mjög mikið á íslensku senuna í smá stund. Síðan samt, svona, þú veist, ég fór að varla aðal erlendis. Þú veist, ég var aðal að keppa í breskum liðum og svona. Oh shit, og varst það að búa úti með þeim þá? Nei, já, átti heima hérna bara, spilaði bara frá sætt Íslandi. Ég fór einu sem til Bretlands á Lanhút í 2018, rétt áður en ég fór í íslensku senuna. Mér gekk mjög vel þar, ég var með þess að skátaður 2 sár, en það var ekkert úr því. Hvernig það að vera skátaður? Þetta svona eins og í baseball, þeir kom upp og vera alveg So you got an arm like a champ, kid. Ekki alveg. Þetta var mjög svona, það var alltaf bara Steam og ég bara, hver er þetta? Og síðan var það einhver gauð svo bara að vera að fylgjast með mér á laninu bara, já, ok. Það var ákveðið svona experience. Nice. Var þeir þá að bjóða pening þegar eitthvað svolítið til að koma í annan lið? Já, en þetta voru ekki laun, þeir voru bara að bjóða með svona bónusa. Já. Þannig að ef þú nær þessu þá gerum við þetta. Já, þetta er mjög svipað svona, hvað maður kalla, þú ert svona freelance gauð, skilur við. Já, það var basically þannig en eins og núna síðan 2020 gerist það held ég að ég fekk bóð þess að koma í KR. Já, þeim er leið núna. Já, þeir voru með lið sko. Getur kannski svona fyrir okkur sem þekkir ekki nógu vel á Íslandi, hvernig er þetta svona
eru, þú veist, major borginar með, þú veist, lið Sko, já, þetta er alltaf að gera, sko veist, þetta var náttúrulega fyrir, þú myndi segja þetta fyrir svona 2 árum ok, já, 2 árum, svona 2019 snemma 2019 það myndi alltaf horfa að hlæja það, sko Já, bara ekki þá bara allir myndi bara, ertu heimskuður eða? En síðan fatta þessi stóru íþróttafélög, veist KR, Fylkir, þetta allt, veist, þau föttu loksins að það er eitthvað í þessu, veist, Breiðablik var að koma þessu aðstöðu núna, veist, það föttu allir að það er a long time coming, maður já, veist, þetta er alveg að vinna, veist, og fólk heldur að það sé bara, þú ert bara að hoppa inn og spila, þetta er miklu meira en það, sko, veist. Þetta er ógeðslega mikil mental leikur, þetta er bara skák, bara non-stop, þú ert alltaf að hugsa hvað hinn eru að gera og hvað þú ert að gera til að gera það. Akkurat. Þetta er, þú veist, það skitið á alls konar íþróttir, þú veist, þessu racing, þú veist, ef það er íþrótt þú ert í bíl, þó, þú veist, behind the scenes er hann, þú veist, working his ass off að vera fljótur allir hinni, sko, þannig að hvernig er svona, þú veist, hvernig er á æfingunar, er þetta mæta ykkur staðar, er þetta bara mætir að Zoom-fund klukkan þetta? Þetta hjá okkur er þetta þannig, sko, að við æfum 5 til 6 í viku. Já, þetta er hard, sko. Og við erum allavega svona 3 tíma í senn. Já. Við erum oftast að æfa akkurat núna frá 6 til 9. Okay, þetta er bara alveg svo verið, þú veist, í meistaraflagi bóksið eitthvað, sko. Þetta er svona, þú veist, eins og fólk fattar ekki hversu mikið þetta er. Fólk segir alltaf bara, hann er bara að spila töluleiki. En þú veist, síðan hugsa það var núna mót að klára, stórt mót. Það sem Navi heita er, unnu. Það er bara eitt staðistað, bara íþrótta, bara félag efer, rafíþrótta. Já. Bara þess að pointa það út, þeir unnu þetta mót og unnu $1,3 million. That's a lot of money, man. Og fólk er bara eitthvað, já, $1,3 million, sko. Þetta er ekkit lengur bara eitthvað að fólk er leikið sér tölvuleik, sko. Ég byrjaði að djúfta svona, að lesa e-sports, kannski 2019 eitthvað, því ég var alltaf að spila Rocket League. Já. Svo byrjaði Rocket League hægt rólega bara að vera, þú veist, huge fucking leikur. Fólk, eins og segir, að vinna $1 million til að vinna móti og eitthvað. Þú veist, og svo ef maður lesa töluna eins og hversu mikið að fólk er að horfa á þessi livestreams með við the Super Bowl eða whatever the fuck. Þetta er meira, skilur, þetta er bara rugl. Já, eins og þú veist, ég man ekki hvað var að tala þegar, þú veist, ég held að var PGL Major Krakow. Já. Það var svo staðista mótið 2017 í Counter-Strike. Bara Twitch-prófælið þeirra, aðal Twitch-prófælið, enska strímið og að 1,4 million views. Shit, man. Ég held að það sé ennþá með rekordi fyrir mestu views á single channel. Já. Og ég man ekki hvað númerið var yfir hversu margir voru að horfa á Majorin sjálfan. Hvort það hafi verið 200 milljónir. 200 milljónir, shit. Það er að telja sko með náttúrulega sjónvörpum og já, akkurat. Þetta var bara sýnt nefnilega sko í mörgum sjónvörpum út í heimi sko. Af því þetta er mjög stórt allstaðar nema Íslandi. Já, við erum alltaf tiny land, þannig að það er allt hægari að koma inn það er vanið því sko. Hvernig er þetta orðið núna svona? Þetta, þú veist, þú segir að mæta alveg 6 viku hjá einna Dusty. Já. Þegar ég sá því í Dusty, ég er shit, ég þekki þetta lið sko. Þetta er alveg, þetta er búin að vera shit. Þeir eru náttúrulega með þessu mikið að liðum sko. Þeir eru með í FIFA, þeir eru með í Rocket League, þeir eru með, veist, þetta er rafíþróttafélag. Þeir eru alveg með nokkur í lið sko. League of Legends lið er að ganga mjög vel. Já, hvað er svona stærst núna í e-sport-heiminu? Er það ennþá, ég veit að League of Legends og hvað heita, Starcraft var alltaf huge? Sko, þeir eru að tala um bara pure watch númer, bara hver allir að horfa, þá held ég að sé Counter-Strike og League. Já. Þeir eru efstir right now, bara því þetta er svo stórt community. Já, Call of Duty ekki nálægt þessu, eða? Þeir voru alltaf stærstu innan vegna þeir voru stærstu, þú veist hvað, 2009. Já, akkurat. Þegar ég var krakkið, þá var þetta bara fucking huge. Ég held nefnilega sko að 2 stærstu e-sportin right now eru League og CS. Fucking tough, maður. Veist hvað, ég man ennþá að vorum að lana heima á Niklas í stjúfbróðum mínum. Já. Og þú ert þú veist, við erum að spila WoW og League og eitthvað. Og þeir eru, þú veist, miles ahead, skilur. Þetta á 2012-13 eða eitthvað. Já, þetta var eitthvað kringið það. Þú veist, varstu alltaf bara, ég ætla að fara að keppi í þessu eða bara reyna það allan tíman? Sko, nei. Það gerðist ekki fyrir svona seint 2017 eða snemma 2018. Já, byrja að pæla í þessu þá bara þetta var, þegar ég heyrði frá vinið mínum að ég var að fara til Bretlands á landmót. Já. Þá var ég bara þetta getur verið skemmtilegt. Og þetta var sett í mars 2018. Eftir þetta mót, þá gekk mér mjög vel í þessu móti. Ég hef bara aldrei átt svona mótaður. Þetta var svakalegt, sko. Bara individual performance mitt og bara out of this world.
Nice, man. Og þá fyrst fann ég bara svona í complete rush, ég man að ég sat á lani með hvað var 45 manns fyrir aftan mig, bara horfa á skjáið minn. Shit. Þetta var svo mikið Pressan, man. Þetta var svona pressan, þetta var svona mikið adrenalín. Akkurat. Ég var að fucking elska það, sko. Það er gaman að það veist að fólk eru að horfa á fucking hvað sem ég gerir, þið veit að ég. Og það er þú líka bara svona, best að ég tók eða ekkert eftir því fyrir að leikurinn var alveg verið búinn. Við vorum að vinna 15-9. Já. Að, þú veist, ég var svona sónað út, þú veist, ég horfði alltaf bara að skjáða minn. Ég bara náði að blokka út allt annað. Og síðan alltaf horfði til vinið mér, hann klötsjaði 1-3 og ég lít svona við þess að horfa á hann og þá sé ég bara röð af fólki og ég bara eitthvað, oh shit. Glemtir hvað varst for a second, nú bara shit. Það var mjög gott experience, sko. Ertu svona, hvernig er þetta? Ertu aðalega CSGO? Ertu aðalega í League? Ég er aðalega í CSGO. Ég hef komið 11.000 klukkutíma í CSGO núna. Jesus, maður. Það er alveg ágætlega mikið, sko. Það er svo fyndið, maður var alltaf gett grína fólk, þú veist, manna þegar maður var í tölleikið og var yngri, skilju, og ég er akkurat með eitthvað 2000 view í þessu og Rocket League og eitthvað svona, þetta er bara saman eins og öll önnu hobbies eða íþjóttir sem þú gerir. Ef þetta er að komast langt í þessu voru að give you 10,000 hours in, sko. Já, ég get talað að 10.000 tíma þá ertu master einhverju. Já. Það er ekki þenni Counter-Strike. Ég get faktað það, sko. Er ekki allir ennþá svona, veist, hvernig er móralni hjá fólki? Er ennþá alveg, yeah, I could do way better? Svona... Já, þetta er, veist, I don't know, mér líður alltaf eins og maður getur lært eitthvað nýtt. Maður getur alltaf verið betri. Mér líður eins og að sé ekkert svona, það er ekkert kapp, veist, það er ekkert, það er ekkert sem bara stoppa það, bara verður fastur þar. Alveg sem fótbolta, þú getur alltaf verið betri. Já, that's the beauty of it, þú getur alltaf haldið að fórum að svæfa. Já, það er alveg svo, veist, í boxi er ekki alltaf einhver sem er svona the GOAT. Jú, það er alltaf eitt gauð sem er bara defeating time, sko. Já, þú veist, ég maður alltaf bara eftir það að tala um Muhammad Ali. Það er gaurinn alltaf bara eitthvað fucking allt annað, sko. Já, Mike Tyson og allt það, sko. Já, þú veist, allir þessi gaurar, sko. Já, every generation þá er einhver, en þú veist, það er sama eins og því að spila Rocket League, það var alltaf hérna Krenovi. Þú veist, hann var alltaf svona the god, af því hann var svo góður að gera aerials og eitthvað shit. En svo var ég að horfa okkar dokumentur daginn, hann spilaði bara one season. En þetta var það gott season, hann var eitthvað fyrsti sem vann, þú veist, e-sport móti, bara klötsja og rústa og tók bara hann var bara einn með tímisett, skilur. En svo bara hætti hann. Já. The fuck? En það er náttúrulega, sko, síðan er þetta alveg þessi Counter-Strike, sko. Það var alltaf verið svona GOATs í gegnum árin, þú veist. 2015-16 var sem heitur Ólafmeister. Já. Hann var ótrúlega góður, bara unreal. Þessi nöfn, maður er ennþá manið eftir því, sko. Og síðan, þú veist, held að áfram og þá komu, þú veist, nýjir spilarar eins og, þú veist, Simple byrjaði að vera ógeðslega góður, hægt og rólega. En núna hann líka bara besti spilari í heimi, bara ánægða. Hvað er svona, hvað getur orðið, skilja? Ertu að plana að flytja út með þetta? Sko, við vorum að skrifa núna undir samning hjöldast í ársamning. Já. Og þannig að skóli í framtíðin er alltaf okkur langar að brjóta hennan múrvegg sem Ísland hefur alltaf fest sig á í rafið sem er, við viljum vera bestar á landinu. Við viljum brjóta það múrvegg. Við erum búin að gera það, við erum búin að sanna það. Já. Okkur langar að vera bestar í lengra, skiljum við. Okkur langar að koma okkur út, spila úti. En alltaf COVID náttúrulega hindraði það ótrúlega mikið. Þannig að núna þess að við erum að plana held ég að fara út snemma næstari að keppa. Bara fara sem lið, bara mæta í ykkur landmót. Hvernig er svona, þú veist, þegar lið er alltaf bara, núna veitum við, skilji, september næstari að vera að keppa, er þetta alltaf bara sett svona? Sko, það er oftast þannig að það eru mót. Það eru bara mót sem eru sett á x mikið tímum, skiljur. Og það er mjög létt að, þú veist, plana í kringum þig. Já, þannig að þú veist, eins og þú segir, það er mót á næsta ári. Þú maður fókusa fyrir það og svo bara næsta. Já, eins og veist, ef við ætlum að fara alltaf með Insomnia, heitir það, sem er sér landmót í Breitlandi, sem ég fór á. Hvernig það maður, ekki geða ekki á hann? Árókslega mann. Þá veit maður, sko, ok, þau eru vanlega með 2 Insomnia ári. Já, ok. Þess að snemma árinu og senta árinu. Ég man í seinast þegar ég fór, þá var það í byrjun mars. Okay. Þannig ég vissi, ok, það er alveg kringu það, ef við myndum vilja fara þangað. En síðan getum maður líka alltaf bara að googla og leita, þú veist, hvaða landmót eru hvar, hvort við viljum fara til Svíþjóðar landmót, hvort við viljum fara til Finnlands á landmót. Það er awesome að geta farið út til útlanda og fucking bara rústa fólk í töluleikjum. Já, það er mjög gaman, sko. Er ekki bara childhood dream að geta fucking ekki greitt fyrir það? Það var náttúrulega staðista skref sem ég fengið, það er náttúrulega bara skrifundir hennar samning hjá sko. Já. Það var mjög næs. Ég hlakka bara til að sjá hvað þetta verður, sko. Þetta verður gaman, sko. Já, man. Hver er tími? Eru margir saman núna? Er þetta svona, koma fólk inn og út, eða? Þetta er sko,
þetta er náttúrulega bara liðleikur sko. Þannig að maður vill helst halda sér 5 saman og læra bara á hvernig liðið þitt spilar, hvernig liðsfélagar spila. Eins og veist, það er mjög erfitt til dæmis alltaf að vera skipt leikmann til þess að þurfa að kenna honum allt sem þú varst að læra með liðinu. Já. Þannig að það er miklu betra að reyna að halda bara sem 5, en það náttúrulega oftast bara ekki hægt, sérstaklega í íslensku senunni. Ef einhver fekk nýja vinnu eða þessi fekk þetta eða eitthvað, þá einhver komið krakka og já, hætti þessi og þá þurfa að fá nýjan, þá þurfa að kenna honum alltaf búið nýtt og það er svona, það getur svona pínu pirrandi, en hver er svona aðal krúi núna? Svona shout-out út eða hlusta núna? Hann heitir Fluffy, hann fær my shout-out right now. Til að gegja nafna þér. Hann heitir Árni, en kallaðilega Fluff, hann er liðsfélaginn minn. Hann færði big shout-out. Big shout-out. Er hann Keflavík eða, veist? Hann er heim í Danmörku. Oh shit, ok. En já, hann er íslendingur, en er í skóla í Danmörku, háskóla. Nice, svo hann getur spila bara með bara at the same time bara. Já, veist, hann er alltaf bara different time zone, en þetta er alltaf bara LAN-leikur. Það er svo þægilegt maður. Netleikur, þannig að við getum alltaf að spila skiptir yngur máli hver heiminum er. Það er bara meira ping eða minna ping. That's the beauty maður. Þannig að það er mjög þægilegt að geta halda þannig sko. Myndur þú freka vilja halda þið svona eða þú veist, fá eitthvað hús sem við getum farið og bara... Við erum með hús. Oh shit, með hús? Við erum með húsnæði sem er með 5 tölvum sett upp. Damn maður, og búið þar eða er það svona farið bara að spila? Nei, það er ekkert, þú getur ekki gist hana. Nei. Þú getur það, en þá er þetta komin einn dýni skilur eða eitthvað þannig. En það er alveg hægt, en við gerum það ekki. Já, myndu ekki hafa eitthvað LAN mót þannig eða ekki, þið bara... Við náttúrulega tókum bootcamp fyrir stuttu núna. Já, ok. Bara svona alveg bootcamp þar sem Fluffy heitir hann náttúrulega, hann kom til landsins að því vorum að keppa í Stórmeistar á Íslandi. Já, ok. Hann er Íslandsbúndari, sem við unnum, kallinn. Þið unnu Íslandsmeistarmóti, god damn, I gotta do my research. Já, ég er náttúrulega Íslandsmeistari sko. Já. God damn maður, það geðu ekki títil. Það er ákveðið fyndið þess að, já, ég er Íslandsmeistari. Já, ok, í hverju? Counter-Strike, ha? Það er ábæðilegs maður. En það er alveg 300.000 í laun sko, fyrir það. Já, bara cash bara. Það er reyndar splitta á liðið, en já, þannig. Það er, þetta verður stærri náttúrulega veinslega bara. Náttúrulega næsta season af Íslandsdeildinni verður stærri. Það er næstu 2-falt prize pool. Það er líka geðveikt með e-sports, það er alltaf þannig. Þetta er alltaf ef það gengur vel, það verður stærri næsta ári. Já, þetta er alltaf þannig sko, þú veist. Ég meina íslenska deildin hefur alltaf stækkað sko. Já. Áhorfið fór frá fyrsta seasonni, hvort average númerin voru ykkur 800-900. Já, bara viewers bara. Já, þetta var náttúrulega í sjónvarpinu líka þá sko. En þá var þetta ekki stöðu 2, þá var þetta bara í einhverju svona skrýtnu Twitch dæmi, skilur við. Já. Og síðan hittuðu þeir díl við stöðu 2. Og þá fóru seasonu frá season 1 upp í nýja seasonu núna sem var að klárast 800-900 viewers til 5-6.000 viewers. Strax svona miklu stærra. Já, þetta heldur áfram að stækka sko. Hvað season er næst? Season 6. Season 6 núna maður. Ertu múin að vera í þessu þá bara, já, síðan 2018 bara heavy bara? Já, ég er búin að vera í öllum seasonunum held ég, nema einu. Þekkir þú hérna, hann heitir Víðir, kallaði VJ? Já, ég er Gunnar. Hann er sko, VJ er hérna, hann var með mér á Dómunas í 4 ára, við vorum viss alltaf að þessu skilur, hann var alltaf að spila CSGO og eitthvað. Er hann eitthvað að plana að hætta og fara í þetta, veistu það? Ég bara veit ekki neitt sko. Ég veit mjög lítið hann akkurat núna, þú veist. Ég er ekki að spila með honum með? Ég spila með honum aðriða sko. En þetta er náttúrulega Counter-Strike alltaf að þróast. Já. Eins og veist þegar hann var að spila 2016. Já, akkurat. Þegar hann var í besta liðinu þá. Það var sko leikurinn voru þróast svo mikið síðan þá. Breytast alveg mikið, þú veist, hvað er svona breytast í honum? Aðalega bara, þú veist, möppin. Það kom náttúrulega nýju möpp annarslæðið inn. Já, þetta. Og bara hvernig möppin eru spilið. Þetta er náttúrulega hefur 2 mínútur. Þessi leikur er bara árás og vörn. Þegar þú ert counter-terrorist, þá ert að verjast. Þegar þú ert terrorist, þá verður það að taka. Og það kemur alltaf eitthvað nýtt sem fólk fann upp, sem virkar. Og ný strategies. Já, og ný strategies, ný, þú veist, executes, ný, þú veist, setups, þú veist, allt svona dæmi. Sem, þú veist, heldur áfram að þróast. Eru þið alltaf með svona þegar farið í hvert leik, eru með bara, þú veist, búm, þú fer hérna, ég hérna? Sko, það er það sem við ætlum að tala um, það heitir default hjá okkur. Default. Það er í öllum liðum. Og það er svona hvernig þú byrjar hvert einasta round. Þú veist, hvert einasta er svona lotu round. Þú byrjar alltaf þannig á að gera kannski default nema þú ert með eitthvað set dæmi sem þú vilt setja frá byrjun. Þú byrjar á þessu default þá því það er bara svona, þú pínir svona spreddar brútum appið að bara svona testing the waters alls þar, skilur við. Sjá hvað allir eru og... Já, að reyna að finna map control, reyna að ná sér control hérna, control þarna
láta þá eyða utilitynu sínu, smókunu sínum, þannig að þeir hafa minni varnir. Þú veist, maður þarf að pressa út allt, en samt ekki pressa upp mikið þannig að þú deyrið, skiljur. Þú verður að ná að pressa, en samt án þess að deyja. Þannig að þú veist, eins og sagði, þetta Counter-Strike miklu meira en bara hlaupa á server og skjóta hausa, sko. Þetta er the beauty af CSGO, ég sökk alltaf í þessu. En að heyra þið svona útskýra hvernig þið hugsa, make a lot of sense, bara þið verða að dreina hinn keppandan, skilur við, af öllu utility og allt aðdót. Eins og ég heyrði þetta frá vinni minni, svona mjög góð svona, hvernig hann sagði þetta, make mjög mikið sens fyrir mér. Hann sagði, þú getur hugsað þetta sem fótbolta og skák blanda saman. Fótbolta er svona, þú ert með svona setup 4-4-2 eða hvað sem það er, ég veit mjög lítið fótbolta sjálfur. En síðan þetta með skák í hugafarinu, það er sem þú veist, þú ert alltaf að vera konstantlega að breyta og breyta. Því ef þú breytir ekki, þá getur fólk bara horta leikiðinn, þeir gera þetta alltaf. Já, og þá bara countera þig. Eru ofta lendið í bara, þú veist, þú ert með eitthvað svona move og svo bara, shit, þið vita þessu, þið koma alltaf inn á. Þess vegna, þú veist, það er svo gott að Counter-Strike er að þú ert að læra að geta verið svona diverse. Að geta, þú veist, ég get alveg gert þetta, en að vera sinni svo, þú veist, ég er með mjög sérstætt play inn á mappi sem heitir Inferno, sem við kallum bara Boiler Bomb. Boiler Bomb, ok. Þetta er mjög simpul, það er bara 1 flashbang og that's it. Alright. Og ég man að, þú veist, við gerðum þetta í leik 2 svar, þetta er náttúrulega 15 lótur, við gerðum þetta, þú veist, segjum bara til dæmis 8. lótu og 13. lótu. Og eftir það urðu þeir svo ógeðslega hræddir við þetta. Þeir voru svo hræddir um að þetta gerast aftur, að þeir byrja að gera þetta á móti, en þá opnaðist annað svæði, þannig við getum notað það. Næst, þú fórst í hausna þeim, fokkar í þeim og það voru þeir bara, Það er the beauty of Counter-Strike, maður getur að abúsa svo mikið, maður getur lært svo mikið að abúsa hluti. Það er CSGO er abusive leikur, ok? En já, þetta er svo að alveg eins og þú veist, góða fótboltamenn, ef þeir vita hinn mjög lélega vörn, þá abúsa þeir attackið. Það er bara, þú veist, fótbolta líka, þú veist, svona íþróttir, þú veist, svo veistu, þú veist, þessi gaur, hann er með mommy issues, þannig að nota það. Ekki alveg kannski, ég er undir samningi, má ekki segja neitt, má ekki talka shit. Er svona á mótum, er ekki trash talking eða? Jú, eins og veist, við vorum alltaf keppi stórmestara sem var á lani og þetta var frekar illa sett upp hjá þeim, en þetta var mjög flott aðstæða, sko. Hvar var þetta? Þú veist sko, turninni á Smára lindinir, stóru turnin. Þetta var þar. Það er að opna nýr staðir sem heitir Arena. Nice. Og það verður svona bara, basically gaming cafe á styrum. Já, wow. Bara Ground Zero nema betra bara. Bara actually gott. Actually svo mikið betra. Fórstu þú eitthvað Ground Zero back in the day? Já, ég kefti á mótið þar. Það var ekki gaman, sko. Ég veit ekki henni, sko. Ég vann þetta mótið þar. Ok, það er gott. Það var í ruglinu, sko. Ég var ekki búinn fyrir 5 nóttina, sko. Jesus, man. Það var í bullinu, sem þú veist, ég keira heim til Keflavíkur. Það er svona mótalega ógisla lengi, eða? Sko, góð mótastjórn myndi þá bara, þú veist, klára mótið á morgun, skiljur. En sem mótastjórn er bara eitthvað, nei, við þurfum að klára þetta í dag, og þá allt í henni bara ertu að spila til 3 nóttina. Já, takk ég stundum bara pásur og bara klára þetta morgun bara. Það er nefnilega, góð mótastjórn, ef eitthvað myndi koma upp á, eins og það svona, eins og veist, ég man ennþá eftir að spila LAN móti 2019. Já, 2019. Og við lendum í best of 3. Sem sagt bara 3 mappa leikur. Fyrstur að vinna 2, klárar. Easy. Simple og easy. Já. Counter-Strike getur verið max 30 lótur nema fyrir framleggingu. Right. Og fyrsta mappið fór í 3-falda framleggingu. Hvað er það langt? 40 rounds eða meira eða? Sko, ok, það þarf 30 rounds einleik. Það fyrir 15-15, það fyrir overtime. Í overtime eru 6 rounds. Fucking hey, man. Og ef það fyrir 3-3, þá fyrir það bara aðra framleggingu. Og bara aðra. Já, þetta er bara bad setup. Þetta er bara þanga til að eitt liðu vinnur. Já. Og ég man að við spilum 1 best of 3. Það er sagt að best of 3 tekur kannski milli svona, ef þú ert með fljóta leiki, þá getur það tekið bara 1,5. Ekki flókið. Búið. Út, ekkert mál. Já, síðan getur lendið í series og við lendum í. Fyrsta mappið fór endaði 25-23 í staðan fyrir 16-13 eða eitthvað. Já, ekkert. Næsta mapp fór aðra framleggingu, það var 19-17. Og senasta mappið fór í 2-falda framleggingu, 22-20. Það er að þeir hana, þú veist, þér búin að taka næst í 70-80 leiki. Við spiliðum bara Jesus. Við spiliðum frá held ég að verða 12 bara hádegi og við erum ekki búinir fyrir að verða 7.
Þetta var bara mest dreiningdæmi. Eru svitnandi og bara hati lífið bara. Ekki bara það, heldur að því við vorum svo lengi í þessum leik að fengum enga pásu. Enga pásu? Af því að við vorum búin að hæja öllu mótinu. Í staðin fyrir að bara leiða okkur að fá kannski klukkutíma til að borða. Þetta er hérna frá að vera að boxa, þú veist, í mörg ár og svona lítil móti er eitthvað svona alltaf tíma með þessum, það byrjar aldrei á tímunum sem á að byrja á. Það var ymmið það sko, það var svo óþægilegt að síðan lendum við öðrum leik, unnum hann frekar hratt, þá bara eitthvað, yes, nú fáum við loksins pásu. Og að því að við vorum bara að leigja mótinu einhverja 7 klukkustundir, þá vorum við bara beint í næsta leik og við bara eitthvað, herru, við verðum að geta, við erum byrjað að skjálfa þetta, við vorum ekki búin að geta síðan 9 í morgun Allir sigurfalli maður. Við vorum ekki búin að spila síðan vorum að spila, ég byrjaði að hita upp klukkan 9 Fucking ei maður, við vorum í 10-12 tíma eða eitthvað. og ég var síðan, klukkan var síðan orðin 9-10, það kláruðu við leik nummer 2 og að því vorum orðin svo hægir, bara hægja öllum mótinu, þá þurfti að fara beint í næsta leik. Fucking annoying sko. Og ekki bara það leikur byrjaði held ég, hvað var 9:40 eða eitthvað, sett að kvöldi til. Það voru ennþá að spila frá 10 morgun. Já, frá 10 morgi til 9:40 kvöldi og þá áttu eftir að spila best á 3. Þessi best á 3 lastaði 4 til 5 tíma. Við spiluðum frá 9 mótni til 3 nóttina. Eru commentators á staðnum eða hvernig svona? Commentators var líka bara að gefast upp sko. Farnir heima. That ship has sailed sko. Það var, þú veist að segja, við spiluðum og fengum enga matapásu en það við vorum líka bara brjálar út í mótstjórn, bara allt móti, bara af hverju fáum við ekki að geta. Getur ekkert bara hafið eitthvað, þú veist, snakki í vasan og svo bara. Við tókum reyndar pínu stræk, við fórum bara frá tölunum okkar. Við tókum stræk maður, í counter strike. Það var sko, þú veist, eftir map 1 við unnum 16-14 í seinasta besta 3-inu. þá bara sagðu við bara, nei, við verðum að fá okkur í þetta. Við bara stóðum upp og bara fórum frá tölunum og síðan var leitað á okkur. Við bara fórum, sko. Við bara verðum að geta eitthvað, sko. Fucka maður. Held ég eina slæsa pizzu og síðan bara beint aftur. Fucking feeders og fuck off bara. Ádjók sem voru brjálaðir, sko. Hvenær er næsta mót sem fólk getur mætt á hérna í Íslandi? Er það bara næsta ári? Ég veit það ekki alveg. Ég veit ekki alveg hvernig það er, því að COVID náttúrulega. Akkurat. Og ég bara veit ekki alveg hvernig það er, sko. Það er gaman að sjá hvernig það er, sko. Byrjun næsta árs, myndi ég giska. Einhvern tímann bráðlega í kringa það. Er þetta alltaf hann í bænum hann í tárum núna? Ég veit ekki hvernig þetta verður alltaf núna, sko. En það var ekki einu svona opið þegar við vorum að spila í. Það var ekki officially opnað. Ég held að það sé ekki ennþá eins sem búin að officially opnað. Það var fyrst, ég hugsaði svona, fyndi ef Íslandsmeistaramótið væri, þú veist, í Laugardalshöllin eða eitthvað, þeir sita hann í miðinu með borð, fucking þúsundir, það var svolítið cool. Ég meina, það var mótið í Laugardalshöllinni, já, Rís, Rík heitir það. Á Rík, jú, ég hef heyrt um þetta. Já, Reykjavík International Games. Akkurat. Það var tekið í CS líka. En það er svona, þú veist, CS og League of Legends og allt sett saman, já, og síðan alltaf bara frjálsar íþróttir og fótbolti og... Nice. Það er gott að verða meira svona í samfélaginu okkar, skilur ég. Ég man ennþá eftir að labba þarna framhjá. Ég var bara spectator þá, sko. Ég labbaði framhjá einum sal og ég leit svona til vinstri og þá sá ég bara sumo-keppenda 2. Ég var bara eitthvað, ha? Á Íslandi? Já, Rík, frábært, Reykjavík International Games og ég var bara eitthvað, god damn, respect. Og ég damn. bara labba. Gauði, ef ég myndi kynna sumo, ég bara, viltu koma í viðtal, please? Gauði, heldur að sé að keppi svoleiðst á því maður. Ég held að það sé ógeðslega gaman. Já, örugglega, sko, þú ert múin að geta heilt ár fyrir þetta, sko. Það er grjóthörð íþrótt, sko. Já, þú veist, þegar þú sér þess að gauðra, þú veist, þeir eru fucking huge, þeir eru sterkir. Þeir eru bara absolute units. Absolute fucking units. Þú veist, mér langar ógeðslega mikið einhvern tímann að sjá, þú veist, einhvern gauð sem er búin að vera í sumo eitthvað skil, þú veist, bara allt sitt líf. Já. Bara einhver absolute unit. Taka mótið, þú veist, American football, svona challenger. Já, akkurat. Bara sjá hvort það myndi ná ítur og niður eða ekki, sko. Gauðir for sure, right? Þetta er bara pure massi. Þetta er bara... Þú veist, að lappinnar á þessum fucking sumo-gurum. Já. Það er unreal, sko. For some reason, ég mynda með en samt, þú veist, ef þú ert sumo, þú getur ekki að sitja í stólinn, skilur. Þú myndir vera að sitja á... Þú myndir þurfa að sitja með svona rúm bara. Já, akkurat. Gauðir, hérna... Ég fekk fullt af spurningu frá svona... Það er alltaf eitthvað 14 ára gauðir sem spila CSGO, sko. Já. En þeir voru að spyrja út í fyrir þig, hvernig svona... Eða krakki núna sem langar að gera þetta þegar það var eldri. Hvað myndir þú gera, skilur? Hvað myndir þú
myndirðu byrja að tala um þetta fólk? Sko, til þess að æfa því CS það er svona best. Ég myndi setja þig svona goal. Setja þig markmið hvað þú vilt gera en setja þig líka æfingarútínu. Akkurat maður, alltaf every day bara. Ég er með æfingarútínu sem ég gera daglega. Já. Ég er bara með, ég þarf að ná þetta. Bara fyrir það sem er að hlusta eða heyri það. Þá myndi ég segja, ég personally tek alltaf milli 5 til 10.000 kills í aimbots. Fólk sem þekkir CS veit hvað það er. Þetta er bara svona workshop map. Og síðan deathmatcha ég í svona 1 til 2 klukktíma daglega. Alla daga. Almennilegt maður, ég meina ef þú vilt gera eitthvað gott, þú voru að gera daglega. Og það er náttúrulega auðvitað síðan æfingu, sko, liðsæfingu. Já. Hvað ertu þá að spila alveg, 5 tíma þá á dag, mesta daga? Já, flóta milli svona, 5 til 6 orðlega. God damn, maður. Og if only, maður gæti gert það þegar maður er yngri. Þegar maður fók í 10 ára eða eitthvað. Varst þú ekki líka, oftast bara í tölunni 6 tíma á dag eitthvað anyway? Maður var ekki... Jú, ég náttúrulega... Það heim á Dalvík, þannig að það er ekkert að gera á Dalvík, sko. Nei, það er akkurat perfect gaming town, sko. Það var ekkert að gera. Ég var náttúrulega bara... Það var hægt að gera eitthvað einu snári. Já. Og það var fiskiðarinn mikli. Síðan varstu bara, hvað á ég að gera? Farlagur og eitthvað every once in a while. Dalvík, er það bara superstórt að kepla eitthvað? Er ekki aðeins minna? Mikið minna. Mikið aðeins svona garðurunni eða eitthvað svona. Já, basically 1000 manns, 2000 manns eða eitthvað. Ég held að sé 1500 manns eða eitthvað. Það var bara garður, wow maður, það er tiny sko. Já, ég var alveg einmitt að koma úr viðtalið þaðan. Já, var að komast í blaðið þar. Nice, ertu mikið að svona fara í fjölmiðla eða eitthvað svona með þetta? Nei. Ekki, ok. Það var bara, eftir ég var stórumestari, Íslandsmeistari, þá allt í henni byrjaði að fá bara fullt af bóðum sko. Nice. Ég fekk MB11 tal 2, defisett fyrir og eftirmótið. Ég fekk Dalvíkurblaðið, SDB. Nú þú. Og síðan fæ ég líka held ég bóð í að klára viðtalið, eitthvað annað viðtalið við DB, sett Dalvíkurblaðið. Mér finnst gaman að fá að heyra þetta allt núna frá þér. Það podcastið getur heyrt miklu meira og dýpara þetta sko. Já, það er bara conversation. Akkurat, bara þannig að fólk geta aðeins svona pælt meira í þessu, ég fæ alltaf gaman að fá comments frá fólk sem hlusta á þetta podcast. Já. Eins og með þið, fólk verður inspired, bara ok, ég ætla að prófa þetta morgun skilur, ég ætla bara að taka 10 skills í þannig workshop-hafinu. Ég mæli með sko, ef þið er ekki vön að taka svona mikið, minkið þetta meir en helming. Já, byrja bara rólega. Ég byrjaði örgulega á því að taka kannski 1000 til 1500, það tók mér oftast bara 10 til 20 mínútur. Hvernig er þetta map? Ertu bara Þetta er bara basically, þú ert inn í bara svona lilla kassa. Já. Og það eru bara bottar fyrir fram að þig eða alls þar í kringu, þú bara ræðir hvernig þú vilt hafa það og síðan ertu bara að skjóta og er þetta aðalega til að þú veist hvar þú ert að fara að skjóta þegar þú er að eima inn? Já, þetta er svo að það Counter-Strike er mikið svona kallast hand-to-eye coordination. Ef þú ert með gott hand-to-eye coordination þá verður þér góður í Counter-Strike. Það er akkurat það sko. Það er eitthvað við all the Filipinos, ég veit ekki hversu marga Filipinos sem ég þekki sem eru bara klikkar í síðan sko. Það er líka, þetta er svo þannig að það sem augað flikkar með horror aðgæð þá er meira líkar á músiðin eldir. Já, og ef það er náttúrulega meira þá getur þú bara verið bara miklu náttúrulega svona. Já, ef ég myndi segja svona new tip fyrir alla sem myndi koma þá myndi segja það sem ég myndi læra fyrst er að reyna að halda crosshairnum þínum alltaf á svona hauslevel. Þannig að ef einhver kaur kemur á skjáðin og þú ert að horfa niður á jörðina þá þarftu ekki að flikka upp. Já. Það ertu bara með crosshairn reddi á hausnum. Þannig að ef hann lappar inn þá þarftu bara að skjóta. Þú lappar alltaf bara með bara straight. Já, haldur alltaf á þess að maður kalla headshot level. Og læra að spreyja á allan M4 og AK. Þetta eru bestu riflanir. Listen up soldiers. Þetta eru bestu riflanir. Þetta eru aðarriflanir fyrir city og terrorists. Þannig að þetta er riflan sem verður að læra. Þetta er ógeðslega leiðilegt að æfa þetta. Það er svo leiðilegt. Þú ert bara að skjóta einhvern vegg í 25 mínútur. Já. En þetta er mjög important. Það er þetta sem þú þarfst að gera. Þú vilt vera betur í þessu bara... Ég man sko þegar ég var að taka harðist rútínuna mína þá var ég með 3 different rútínur sem ég bara róteraði alltaf. Og minnsta rútínan var satt sprayrútínan til þess að æfa að spraya og hún var samt alveg í góðan 1,5 tíma. Og lengsta rútínu mín var satt svona sem ég kalla basically free roll dag, það sem ég átti bara að æfa það sem ég vildi. Já, bara hvað vil ég gera þetta?
bara vill ég æfa þetta en þá líka var það líka 3 tíma bara prógram sko bara það sem ég bara flótaði öllu bara allt sem ég vildi ég spraya meira, ok, þá bara fór ég að spraya. Ertu ofta, þú veist, hvað svona að ég meist gaman að svona visualize hvernig þú ert þegar þú ert að gera það, ertu kveikir á tónlistinni, kveikir á kertinu, ertu með Monster Ready? Gær, Nocco, ég er alltaf sponsorur af Nocco. God damn, man, já, ég hef þetta með Nocco Ready hérna. Já, ég var að spá ég að koma með Nocco, sko. Það mæti með kippu, bara everybody drink your Noccos. Shout out to Dominus, þú varst að tala um það líka sponsorur okkar. Það er ekki að veit maður. Honda líka. Hvað er Honda? Honda? Bílinn? Já, nice, maður. Við erum með Dusty bíl. Gauð, það er frábært. Hvað, að því, sko, ég elska að tala um spons, að því, ég fekk fyrsta vape spons með því ég var ekki svo löglega til að fá vape, sko. Hvernig kom þetta alltaf saman? Er bara stjórnin í liðinu að redda söllu? Já, ég kem ekki að nála þessu. Nei. En síðan, þú veist, við vorum til dæmis núna bara fyrir stutt og vorum að taka svona media day. Það sem við vorum að taka upp myndbönd fyrir sponsana og svona. Já. Það var mjög gaman, mjög svona óþægilegt skrítið. Það var alveg mjög gaman samt. Er það alveg photoshoot og ég sé nokkuð vídeo svona, þú veist, þeirra doing the old turn. Já. Það er allir í e-sports með sama svona snýrða mynd. Já, ég er þess að ég myndi að gera það, sko. Þú veist, ég er svona að horfa niður og síðan svona er svona, fuck you, look at me. Ég myndi að gera það, sko. Mér finnst þetta áhverst, þú veist, nú ertu náttúrulega út á Íslandsmeistari, þú veist, með sponsors og allt svona dót. Finnst þið meira pressa og eftir að vera meira, þú veist, að gera TikToks, gera myndbönd eitthvað svona, vera meira svona creator, eitthvað svona þess. Ég skal alveg viðurkenna, svona pínu pressa finnst mér á að koma stream í gangi eða eitthvað hjá mér. Já. En ég bara gera það ekki. Já, þú ert bara ekki. Og líður eins og, veist, ég er náttúrulega á Twitter. Já. Ég reyna hvað getur við fundið á Twitter? Midgard CS á Twitter. There you go. Midgard CS á Twitch líka. Alright. Það er bara eiginlega allt sem tengist að vera Midgard CS rúlega. Það er mjög þægilt að hafa bara samanafni alls staðar. Bara omnipresent. Það er pínu svoleiðis. Já. Og þannig að þú veist ekki að pæla að byrja núna, þú veist, að gera svona streams eða eitthvað. Sko, ég er að plana stream eða smá stund, en ég bara veit ekki, sko, ég er með mjög góð tölvu. Ég er með Gameskip, eins og maður myndi segja. Gameskip, já. En ég bara veit ekki, sko, hvernig það er, hvernig hún höndlar að streama, því ég er ekki með það mikið RAM. Nei, það myndur þú kannski þurfa að hafa aðra tölvu sem var með capture code og já, annarkvært það, ég held ég þurfa að byrja því að fá maður kannski meira RAM líka. Ég held nefnilega, Counter-Strike borðar ekki mikið RAM. Streaming dæmið fucking getur RAM, sko. Það er bara það er líka pirrandi með streamdóttir. Það er að lara shit sem verður að kaupa til að hafa þetta alveg gott setup, sko. Ég er endur alveg með fínan mic, sko. Ég var með Razer Siren Elite. Já. En ég er að segja anything XLR, sko, miklu betra, sko. Já, ég sjá hundur, ég sá hún mic til lappað inn og ég var bara shit, ég er mættur eitthvað svaka dæmi, sko. Já, ekki þetta móta maður, það er gott að gera. Þetta var fyrst sem ég keypti, þetta var eitthvað, þetta er 200 skallina. Ekki meira? Nei, þú veist, þetta er eitthvað 100. Fucking speak fucking feitur. Já, ég glemt að ég með soundbrotina. Yes! Every fucking potty of frikka. Gaman að þessum maður, en þú veist, en eins og þægilt með podcast, ég get líka að hafa síminn, skilji. Það er ekki endilega að kaupa fokki myndar og svona dót, sko. Já, það er enda mjög staflega kúli. Ég var bara eitthvað, sá þetta, ég var bara eitthvað, já, þetta make a sense. Já. Þú veist, ég veit, ég er svona þessi gauð, ef vilt gera það, eins og þú myndir vilja gera stream, það verður bara að byrja, skilju, og bara þarf ekki að hafa besta dóti, sko. Ég er alltaf var að streama alveg slatta fyrir tímabilið. Ég er með subscriber button alltaf Twitch, sko. Já, ok. Og ég var alveg average að 20-25 viewers. En það var bara en það er líka erfitt að ná following, þú veist. Jú, það er mjög erfitt og líka bara veist, það er svo erfitt að halda fókus þegar ég er að streama á leiknum. Því ég er alltaf ég er að lesa chati eða eitthvað. Ég næ ekki að fókus á leiknum og þetta er svo óþægilegt. En ég þarf bara að gera það aftur, sko, mér langar þess líka. Ég veist alveg fucking gaman að streama. Ég held að það myndi vera alveg, veist, ég er búin að segja fucking öllu sem ég tek viðtalið sem er að gera eitthvað svona dót. TikTok núna, þetta er léttasta og skemmtilegasta svona síðan sem þú getur, þú veist, stekka sjálf á þig. Veist, ég er með svona 100.000 sinnum meira views á TikTokinu heldur en actual podcastinu. Þannig að, veist, það væri cool að sjá þig gera myndbönd, þú veist, á behind the scenes á mótum og svona. Já, það er sick, sko. En ég bara veit ekki, sko, það er mjög mörgum mótum sem mátti ekki taka neitt upp á bakið. Já, sko. Þannig. Það er svona, þú vil ekkert að rekorda aðra gauruna og svona. Já, það er bara mjög mismunandi alltaf hvernig fólk er.
Sumir vilja það, sumir vilja það ekki. Já. Þannig að maður það bara passa sig. Já, kannski ekki alveg cool að taka alltaf upp, sko. Já. Já, maður, ég advocate rosalega mikið ef þú ert í ykkur svona, þú ert komið sponsor og svona dót, stækka þig, láttu fólk þekka þig, maður. Já. Get out there og fucking Gólið, sko. Ert þú þú talar ekkert um með tag, hvað er svona nafni í leiknum hjá þér? Það var alltaf miðgasonum mér. Já, Það var alltaf nikki mitt. En síðan manni ennþá eftir, ég var að keppa í breskumóti. Og lýsandinn þar, hann horfði á nafnið mitt og sagði bara eitthvað, yeah, okay guys, I can pronounce every name on the server, but look at this guy's name. What am I supposed to say? Og hann bara, you know what, I'm just gonna call him Larry. He's Larry. Larry, Ég var bara eitthvað, ég var fyrir að horfa tilbaka. Ég var bara eitthvað, Gaur, fuck you, man. ég heit ekki Larry. Og sko, fyrst ég var bara eitthvað, okay, þetta var bara þessi gæi, sko. Já. En síðan kefti ég öðru móti, þá var ég kallar Bob. Af hverju í e-sports heiminu þið bara eitthvað, I'm gonna make a name. Here's his name. Það sá náttúrulega eðin og allt það. Já. Þeir voru bara, þetta er bara, ég get ekki lesið þetta. Bob. Það er bara Bob, Larry, so that guy. Okay, that guy, wow, beautiful triple kill. What, good? Djöðlega það svekkjandi, maður. Þannig að ég ákvað að taka á mig að breyta nafninu mínu bara í styttingu af því og gera aðeins meira svona, já, svona English friendly. Akkurat. Og ég heiti bara Midgard. Það maður þarf ekkert að pæla í allt þessu, sko, veist. Ég kom með vefsíð og svona shit og var að hafa það allt super simple. Já. Svo allir geta að lesa þetta. En þannig að í íslenska seninni þá er ég alltaf kallar Midgardsonur, því ég hét það fyrst. En þótt að stendur Midgard, þannig að við þekkjum allir sem Midgardsonur. Ok, bara, just imagine þú ert að keppa út eða það eru fólk in the stands, bara Midgardsson. Það eru með svona Fána. Nei, það eru með svona kýmiska dreka, Midgardsson. Já. Þetta var svona M, magan sinn og í svona röð. Með myndaður og eitthvað. Eitt svona sem var svona ógeðslega surreal fyrir mig, sem leit mig fatta að, þú veist, ég er að vera þekktur í skiljur, og það var heldur, mannst þetta er Subway á Rópið, þannig að þetta var 7 á 50. Já. Ég fór einhvern tímann á Subway, klukkan eitthvað 1:30 um nóttina. Ég var búin að vera var bara að vera að spila CS, var síðan bara songu, skiljur, nefndi ekki að fá mig samloka heima eða eitthvað, ég ákvað bara að fara á Subway. Real Subway, sko. Bara hendi maður það. Sátt á þetta Subway, fucking þeir voru open 24/7. Það var bara mitt fucking lifestyle, sko. Beint úr ræktinni, beint úr Subway. Það er eitthvað svo fyndið við að maður mæta, þú veist, swery veitingastað eftir að maður fyrir ræktinni. Það er ágæðið flex, sko. Það var svo seint á nóttina, það var ekki þarna, skilju. Það var ekki flókið. Ekkert vesen. En sko, já, ég labbaði hann inn og það er einhverju 2 strákar hann, örgulega svona 15-16 ára, og þeir eru eitthvað að spjalla hann á borði og ég labba inn og þeir gjörsalega stara á mig þegar labba inn. Þeir bara fucking horfa á mig. Ég bara, er þessi gaur að fara að fucking stinga mig eða? Varstu í dökk í uniforminu? Nei, ég var bara í venjulegum fötum, bara venjulegum ból og buxum og eitthvað, og ég var bara eitthvað, er þessi gaur að fara að fucking stinga mig þegar labba út, hvað er í gangi hérna? Og ég er eitthvað að panta bátinn minn, og þegar ég er búin að panta bátinn minn, lappar einn að mér og ég er bara eitthvað, oh shit, here we go, ég er bara að fucking deyja. Og hann bara horfir á mig og segir, er þú nokkuð Midgardsson? Og ég bara eitthvað, er þú ekki Midgardsson að spila fyrir KR? Jú, gauð, ég horfi alltaf á streamiðin og ég bara eitthvað, shit, þetta er bara fan. Real life fan, man. Og ég var bara eitthvað, þetta var svo surreal, ég bara svona, oh shit, let's go, awesome. Dude. Það er alltaf gaman að lenda í þessum, maður, fucking sjá fólk bara sem fílaði, maður. Svo nú er þetta eftir að byrja að lendi í bara, fólk er eitthvað, er þetta hana fucking Larry? Dude, that's Larry. He's fucking Larry the guy. Oh, that's Larry Bob. Þú er núna nafnið Larry Bob. Larry Bob the CSGO guy. Ég er ekki að vera að breyta nickinu minni Larry Bob the CSGO guy, sko. Þú er að hafa þessi svona Patreon tier eða eitthvað, fólk getur supportaði með það Larry Bob tier. Oh my god. Þú hefur eitthvað pælt í svoleiðis, eitthvað svona, þú veist, byrja eitthvað Patreon eða eitthvað svona dóð sem fólk getur stiði. Ég myndi freka það bara að þú myndi stiðja mig gerum stream mitt frekar. Já, það væri náttúrulega miklu þægilega verið því. Ég myndi alltaf gera það þannig, sko. En ég ætla að byrja því að byrja að streama aftur, sko. Já. Ég var alveg svona semi-consistent streamer í svona solid 2 mánuði. Já. Svona 2000 Líka, veist, er ekki flesti sem er svona bara, ok, kaupa allt á þig, skilur, byrja að gera þetta hard, brenna þessu út bara. Já, er ekki að hafa gaman kannski og... Veist, ég var alveg að skemmta mig, það var ekki það, en, veist, það sem var að gerast var að ég er svona mikið svona, hvað sem er svona performance perri. Performance perri? Já, með töluna, já. Nei, ekki eins og það, að þú veist,
Á bara verður að hafa 144 Hz. Nei, ekki einu sinni, sko, 240. Ok, Jesus man. Ég er með 100, ok. But it's curved. En, já, ok, reyndar. Nei, það sem ég var að tala um var að, þú veist, ég náði ekki að fókusa fulli á leiknum mínum. Og ég var ekki að gera aðeins lélar alltaf þegar ég var að stríma. Já. Af því ég var að lesa chat. Ó, ég skilji, já. Þannig að, þú veist, mér leið svo illa við sjálfum mig að ég var ekki að spila mitt performance, skiljur, max performance mitt. Tjölu, kannski tekur bara tíma að vera bara svona vanar að hafa myndalina og svona. Já, maður það líka bara að hafa Twitch chatting það sem ég þarf actually að, það er ekki kannski á, þú veist, in my peripheral vision. Já. En þú veist, það er kannski fyrir aftan mig að svona hliðina mér, þannig það er actually að gera svona til þess að chati. Varstu með það svona? Veist, ég var með hann alltaf, ég var með það svona hérna. Þannig að ég sá alltaf í svona professional vision og þegar ég sá eitthvað búp, þá vildi ég þá lesa og ég bara, Þú, ég var akkurat sama að hafa svona, þú veist, eins og þess eina, ég get séð tíman hér. Já. Ég var alltaf með, þú veist, klukku þarna eitthvað, en þá var ég alltaf svona alveg. Ég var alltaf að kíkja á hann. Og þú veist, þegar ég tekið nokkuð við til þess sem ég svona, bara svona eyddi, að þetta var bara hræðilegt. Og þá var kannski, þú veist, ég var að spyrja spurningar og var ekkert að svara og ég var bara hvað er klukkan? jæja. Já, maður, við erum búin að fara yfir fullt á dótíðina. Svona, er eitthvað meira sem þú vilt kannski tala um? Kannski eitthvað sem fólk myndi hafa áhuga á við klárum? Sko, ég veit ekki hvað fólk myndi vilja spyrja því ég er alltaf búin að partala þessu svo lengi. Já, þetta er alltaf. Ég veit ekki hvað er svona common sense og hvað er ekki common sense, skilur við. Akkurat, ok, henni er gott, sko. Hvað er svona, þú veist, þetta er ekkit venjulegt fyrir flesta, alveg, já, ég spila 5 tíma á dag and it's my job, sko. Hvað er svona, hvað gerur til að þú ert góður? Hvað gerir heiðar besides gaming sem er svona, lætur þið vera sko, bestu þú, sko? Það sem kom mér á blaðið var að ég á með svo ógeðslega mikið individual, bara mechanical training. Já, þú veist, rosalega góður sjálfur, bara. Já, þú veist, það sem kom mér á blaðið var að, þú veist, ég var að æfa sjálfa mig, bara raw aim, í alveg solid, þú veist, 4 tíma á dag í líka bara straight 2 ár. Það er klikka, maður. Besti bara þannig, ég spilaði af alla leikina tímabili, sko. Ég var alltaf bara að æfa mig. Ég tók kannski 1 leik, en síðan var ég bara 4 tíma bara að fucking æfa mig, sko. Var markmið að, þú veist, fara að keppi í þessu þá, eða var þetta bara svona, ég ætla bara að vera betri í leiknum? Sko, þetta var svona hínu bæði. Þetta var þannig að, þú veist, mér fannst svo ógeðslega leiðilegt að spila svona, þetta kallast pugs, bara pick-up games, sem er þess að þú spila með randoms á móti randoms. Já, þetta er ekki með vinninum eða neitt svona. Það var ekki að spila móti liði og liðin alltaf spila allt öðruvísi heldur en þú myndir spila á móti pugs. Pugs eru þannig að, þú veist, það er allir bara að gera sinn hlut, það er allir bara að leika sér. Já, það make sense. Já, ég skil, þú veist, oft þegar ég spila leiki og er ekki með vinninum þá bara, fuck this. Já, þú veist. Bara ekki að spila móti random og whatever. Og ég nefndi ekki að spila það, mér var alltaf svo leiðilegt. Þannig í staðinn fyrir að gera það fór ég bara að æfa mig. Þannig ég var alveg að æfa mig þessi 4 tíma á dag. Og síðan allt í henni fattaði ég bara þegar ég var að spila með góðu liði á móti mjög góðum gaurum og kepp móti bara topp 20 liði í heimi. Já, ok. Að ég var að keepa upp. Ég var að veist, out-aima þá. Nice, ég var að fighta þá, bara fair and square, sko. Og þá fattaði inn í mig bara holy shit, ég er actually góður. Þetta er svona the underdog story, maður. Þú ert grinding away, þú ert með hættupissinu svona yfir 4 tíma dag. Bara mættur í þetta hætt á dæmi, sko. Bara litla gremlin Já, núna, sko. slögt ljósin inn í þær, mamma þér eitthvað. Hvað degir Heiðar, klukkan er 4 nóttina. Live to win. Leave me alone, ma'am. I'm grinding. Ég meina, ok, þetta er eitthvað þetta. Ég hugsa þetta frá einum gauð sem að senda á mig. Hann talaði að, þú veist, mammans hata þegar hann spila töluleiki, þú veist, allir ekki að grína á honum eitthvað svona. Er mikið að þér eða bara kannski? Bara fólk bara. Sko, ég var náttúrulega í einelti. Bara frá 1. bekk upp í 7. bekk, 8. bekk. Það var ég bara í einelti non-stop. Þetta var mjög gróft einelti. Þú veist, ég kom alveg heim eftir að vera barinn og allt svoleiðist að mig. Var þetta í Akurskóla eða? Nei, þetta var náttúrulega á Dalvík. Á auðvitað maður. Og síðan flutti ég hingað og ég var náttúrulega svo ógeðslega brotin manneskja þegar ég flytt hingað. Að fólk tók bara eftir því strax og byrjaði nýjast á mér. Það var allt öðruvísi hérna, sko. Hérna var þetta meira bara svona fólk, þú veist, þú ert feitur, það er dæmi, en mann hitt á bókstala bara að vera að berja mig, sko. Þetta var aldrei svona inn í Keflavík, þú voru ekki að lemja neitt eða neitt svona. Þessi ég taka hálstak og svo slepp. Það var alveg þannig, það var mjög gróft, sko. Þannig að mitt escape var töluleikir. Já, það er margir sem leita við það við þig, sko. Og ég man ennþá eftir að mamma var alltaf að fíblast í mér en að hætti tölunni, fór út að leika en ég var alltaf bara I don't know, man. Já, þetta er your escape
og veist, mamma þín bara ekki gera þannig what the fuck. Já, og síðan svona hægt og rólega ég fattaði mamma hversu mikið þetta var að hjálpa mér. Þetta var ekki að hindra mér neitt þannig séð, en þetta var að hjálpa mér. Og síðan núna í dag, ég man að hún var alltaf að öskra bræði mína fyrst, því þeir voru alveg eins. Þeir byrjuðu náttúrulega mikið fyrr. Ég var byrjaði Counter-Strike bara 4-5 ára. Fucking A, man. Bara í Counter-Strike 1.6. Allir sem ég þekki sem spila ennþá byrjuðu akkurat bara fucking ungir. Það var náttúrulega báðu bræði mínu spiluðu leikinn. Þannig að þegar þeir voru ekki að spila, þá fikk ég að hoppa inn eins og það var alltaf einn saga. Bróðir minn þurfti að hoppa á klóstið, það var í miðjum leik. Og hann sagði, Heiðar, hann er að taka eitt round meðan ég fór á klóstið. Og ég náttúrulega bara, it's my time. Finally my time. Ég var bara 6 ára Ég hoppaði inn og í þessu rándi dreip ég 3. Já, ok. Og ég 5 ára eða eitthvað. Ég var bara 5 ára á móti góðum gaurum Bróðir minn var búinn landsliði í 1.6. Þannig að hann var líka góður. Já. Og sjátt átt Elvar Bjarka, hann minn horfa á þetta, hann fær sjátt átt frá mér. Þú segir þetta. Og ég man að eftir þessu, síðan eitthvað, alltaf með það, síðan bara hætti ég og hann kemur eitthvað og þeir segja síðan við bróðum minn, Elvar, þú varst góður í þessu rándið maður. En hann var ekkert að spila. Ég var alltaf bara 6 ára og hann bara eitthvað, strákar, þið myndi ekki trúa að litli bróðum minn 6 ára að vera að spila. Og þau bara eitthvað, get him on. Og þetta var fyrsti my experience með CS alveg. En þessi hann, var ég bara að spila hann leik on and off í ógslanga tíma, þá var ég aðalega að spila WoW líka. Já, ógslega gaman að hlaupa með WoW og skoða allt. Því ég var náttúrulega bara 6 ára Það er meira þannig leika þegar maður er yngri. Alltaf gaman. Síðan síðan var ég bara on and off síðan 2009, kemst inn í closed beta í League. Varstu 9 ára? Ég var 9 ára. Þannig að þá kemst ég í League of Legends fyrst. Og þá hægt og rólega hætti ég WoW. Ég hætti ekki, en ég minnkaði það mjög mikið. Bara að pleysaði með eitthvað skemmtilegra. Þannig að ég var þá verið aðalega að spila CS og League. CS og League bara alltaf splittað. Bara eiginlega 50-50. Spilaði ógeðslega mikið League á 4 vikur, síðan 4 vikur meira CS, og síðan segir bróðir minn við mig 2016 segir mig, Heiðar, farðu að velja þér leik til þess að spila, hafa sem alvöru leikiðin. Þú ert góður í báðum leikjunum, þú getur sáttúrulega career í báðum leikjunum. Annarkvæmt League eða CS. Og ég fyrsta sem kemur hausinn minn mér langar að Counter-Strike. Já, strax bara. Og þá breyti ég frá að spila 50-50 örgulega ég spila 95-5. Það byrja að fókusa á CS, spila aðeins meira, spila miklu meira í pugs og síðan ákveði ég í enda 2017 að taka leiknum bara, já, þetta er eitthvað sem ég get kannski gert. Byrjaði að finna lið þá eða Já, þá byrjaði ég að finna lið með liðum og svo leiðis og þá komst ég inn eitt lið sem heit Blackout Gaming. Það var mitt fyrsta organization. It's a mafia eða eitthvað. Það fekk ég fyrsta treyjuna og allt svo leiðis. Já, frábært með. Og enda þeir líka flugum út Já, ok. Það fóru til Bretlands að keppa á Insomnia. Og shit, hvað það var gaman Er Insomnia bara gaming tournament? Ég veit að það er svo margir YouTubers sem fara og Insomnia er náttúrulega bara festival, bara gaming festival. Þetta er náttúrulega massíft Þetta er ekkert bara mót. Nei, en líka racer og sína vörur og allt þetta. Já, þetta er huge. Ég man við löpum salin og þetta var þegar Sea of Thieves var í closed beta. Já. Og þeir voru með Sea of Thieves svaka trukk þarna. Svo hún lappaði bara inn í og fyrst að spila Sea of Thieves. Fuck, maður. Og löpum þetta er náttúrulega ekkert bara gaming, þetta er líka sportspil og svona shit. Eins og ég keipti bara eitt uppáhalds sportspil sem ég spilaði þarna. Hvað er það? Heitir Escape the Dark Castle. Ok. Þetta er þú verður að spila svona pínu sem lið. Þú ert að klíra herbyggi eftir herbyggi þess að koma þér út úr þessum kastala og ef einn að ykkur deyr þá er bara spilið búið. Svona Left 4 Dead eitthvað svona. Já, þetta er grjóthart dæmi Já. Og það er mjög gaman. En já, þetta er svo Ok, það byrja á 5-6 ára í CSGO. Nei, það var alltaf CS 1.6. Já. CSGO kemur ekki fyrir 2012. Það ég spila alltaf CSGO alltaf þess að leiki bara að surfa. Já. Ég byrjaði líka eitthvað 10 ára bara að surfa. Já, var það Source? Þú varst örgulega Source, já. Er það ekki 1.6? Nei. Er það eftir það, já. Þess að flestir spilið 1.5. Það er náttúrulega, við kalla allir bara 1.6 núna.
það þýðir bara 1.6 var þess að fyrsta iteration af leiknum basically. Já, svona alvörunni, svona ekki beita en eitt svona dót. Já, síðan síðan kemur Source út 2004, 2005 og allir halda það verða aðaleikurinn en aðaleikurinn bara ennþá 1.6 þangað til 2013 það var allir að spila 1.6 og þá var samt CSGO komið út en það var samt allir að spila 1.6 af því allir held að Counter-Strike Go bara alveg eins og Source þess að hann popular, hann ekki 1.6 popular en síðan bara það svona, af hverju 1.6 og miklu meira þekktur og 1.6 er náttúrulega bara hvernig CSGO verður fætist bara basically, hann kemur frá 1.6 og 1.6 var miklu minna mechanical based það var alltaf ekkert spray pattern, það var random spray þannig að þú skýtur og fer bara það bara fer eitthvað, þú verður bara fucking one að hitta hann í hausinn skilur okay. einu sem þú verður að gera var að tóka niður og síðan var það bara pray to God það something real, það svona bara já, mér finnst það svona að gera leikinn pínu svona minna skill based já en þeir komin í spray patterns svona, það pattern á account til dæmis ég kann það núna utan á í hausnum mínum þannig að leiði hugsa bara AK það bara veit ég nákvæmlega hvernig ég á að spraya það eru allir betra að keppi í maður og veist þetta það svona minna random já. Þá þetta miklu meira bara ef þú ert góður í svona leik þá farið þið að pay up skilur það er akkurat það, skill fyrir yfir allt já. Það er einn sem skiptir máli þú talar hana áðan fórum ég hana hvernig á mamma yfir bræðuna eftir að þú Noxins eftir að keppi í þessu já, náttúrulega eru þeir núna bara walking on water með að gera hvað sem er þetta var alltaf þannig ég er yngstur, ég er langingstur okay. Máli 8 ár já. Og fyrst var það Daði bróðum minn sem var að spila 1.1 sem var bara fyrsti Counter-Strike sem kom út skilur way back bara 1999 skilur sælis og síðan var hinn bróðum minn sem er 8 árum eldri en ég hann kom síðan aðeins lengra hann komst í 1.5 komst hann lengra og var betri og fekk var spóðin að hvort það væri hægt að fylla inn í íslenska landsliði fyrir hann hvort hann geti fyllt inn já. Og eitthvað svoleiði skilur og mamma var alltaf að kvarta í þeim af hverju það spila svona töluleiki dururu og núna í dag er mamma bara Heiðar, af hverju þetta ekki æfa þig það er frábært hún byrjað að fatta að þetta er actually þetta er alveg career og núna er hún alltaf brjáluð í sjónvarpinu þegar hún er að horfa mig spila Heiðar, af hverju getur þetta ekki það er geðvitt, maður ert ekki glaður að mamma er allan bara supporting you alltaf, bara my biggest fans er alltaf bara fjölskylda mín það er geggjað bara alla leikina mína pappi, mamma, báðu bræði mín systir mín sem náttúrulega hún hataði tölvuleiki já, núna er hún bara all in hún var they all switched fucking núna þurfum við komið að keppa stórmeistara ég náttúrulega vissi ekki neitt ég náttúrulega mætti í bæinn bara 12 daginn og úrslitin voru ekki fyrir klukkan 8 við þurftum bara að setja upp bara tölvudæmið okkar þeir voru með tölvur góðar tölvur og góða skjái alveg bilaðar tölvur við erum að tala um tölvur sem kostar 700.000 Jesus vildur ekki nota þær? Ég var að nota þær okay. En ég kom með minna ein mús og músamáttu og litla voru það og svo liðis peripherals, það er alltaf hvað maður fíla Já, tók alltaf mitt peripherals og já, síðan eitthvað þegar ég loksist búin að vinna þarna og ég er búin að, það var svona eftirparty ég fikk alveg ekki, ég fikk mér 2-3 bjóra ég drekk ekki eiginlega aldrei já, bara ég, til dæmis, seinast þegar ég var fullur var 2017 sæli en það kemur alveg fyrir að fæ mér svona celebratory 1-2 bjóra skilur en ekkert meina það gaming er alltaf svona, ef klukkan er 1 fæ maður sér 1 bjór en já, svo ég skal við ekki það kom alveg fyrir að ég fekk mér 1 bjór ekkert mál ekkert að því maður og síðan fyrir hérna heim til systemunar þess að pikka upp mömmu þegar þau voru að horfa saman á þetta úrslitin já af því að ég mátti bjóða 3 manneskjum til að koma með mér í salin þetta arínasalinn til að horfa og ég bauði þess að pappa mínum besta vinur mínum og bróðir besta vinur minn sem líka góði vinur minn skilur við erum bara svona 3 og ég bauði pappa líka og bróður mínum fyrir ekki 4 manneskjur og ég man að þetta þessi að þegar ég var að koma ofta heim til systemunar ég labbaði inn í sjónvarpsfólið hennar og þá var hún búin að skreita nice. og döstimerkið og ok, það er frábært maður ég sat að ég fekk pínu svona ok, það er ógeðslega kjúð saman maður það er geð gaman að heyra að fjölskyldan er all in fyrir þetta maður þeir bara supporta því og það er fucking awesome maður það er mjög gaman að
Bjóstu alltaf við því, varst ekki alltaf bara svona búist við að myndu aldrei fíla það? Sko, ég bjóst við að var alltaf þannig nema bróður minn var alltaf að baki mitt, bara alltaf. Hann hefur alltaf verið það og hann var einmitt sem komur út í CS Akkurat. og hann ennþá, þú veist, hann var líka gauðin sem sagði mér, þú veist, þú verður að fara að velja þér leik, veldu League of Legends eða CS, veldu þér eitthvað. Og ég er svo glaður að ég valdi CS, ég elska CS. Meiri líf mitt, sko, þetta er bara my baby, sko. En hann hefur alltaf verið að baki mitt, þú veist, hann hefur alltaf verið að styðja mig. Skilur enga máli, þú veist, hversu lélega ég er að spila, hversu vel ég er að spila. Hann drullar yfir mig. Gott, En hann líka, það var að bróður sem drullar mig sko. en hann er líka samt, þú veist, já, hann sagðist, báðu bræði mínu drulli yfir mig og ég drulli við þá. Það er bara, þú veist, hvernig við erum bara bræðinir. Hversu, er þið 8 árum eldri þú? Sko, ég er yngstur 8 ár, þannig að ég fæddi 99, hinn bróður minn fæddi 91 Já. og síðan er ég hálfbróður sem er 86 eða 85, eitthvað þannig. Alveg vel eldri sko. Já, þannig að þú veist, þeir eru alltaf bara að drulli yfir mig, sko. Ég held að drulli þá tilbaka. Og ég man ennþá eftir, við erum nýbúin að vinna stórmeistara og ég er ennþá í satt salnum bara að tala við fólkið þarna og drekka bjóru og eitthvað. Já. Þá hringir hinn bróður minn, hann heima á Akureyri, hringir í mig og ég bara, við erum ekki spjallað og síðan segir hann bara, Heiðar, af hverju varstu svona lélur? Ég bara, hvað meinarðu? Ég var hæðst rated spilari. Bara ekki nógu góður. Samt ekki nógu góður. Daði, þegar hann bara, Heiðar, þú leifðir þeim að vinna 10 ránd, allt í allt. Fuck you man, I just won. Það var alltaf liðum og síðan alltaf sagði bara joke til hamingi og allt svo leiðis. Þetta var svo gaman, hann er alltaf svona, hann er alltaf að ríða kjaft, sko. Það er svo gaman að fíblast í hennum. Það er healthy maður. Ég er með svipað samband með bróða mínu sko. Það er gaman að geta skýta eitthvað annan. Já, shoutout til Dada, hann fæði líka shoutout frá mér. Þessi fucking gauður maður. En einna ég bara spurði allt sem ég langar að vita bara ég vona að geta koma aftur og kannski ára keppi næsta eitthvað svoleiðis. Já, það er eins og sé, bara allt endilega bjóða mér. Já maður, er þetta þá eitthvað svona byrjun næsta ári mest líklega? Já, þetta er svona, sko, náttúrulega íslenska deildin byrja núna í október áttur, sett nýja seasonið, season 6. Og ég mæli maður að tjúna allir rafíþróttir á Twitch. Er það svona riðilega keppni? Þetta er bara deild, bara alveg eins og meistardeildin, skilur, við erum í úrvalsdeildinni. Sem sagt er efstdeildin, síðan er deild 1, deild 2, deild 3. Þetta er alveg stórt. Þetta er alveg, manni, ég var 6 deildir sinnaðstaldi. Shit maður. Þannig að þetta er mjög starri en fólk heldur, sko. Já. Og ég held að sjálf 8 til 10 lið því hverju deild, sko. Þetta er bara alveg, þetta er bara svo fótboltadeild sko. Bara Já. eins fótboltadeild. Og þú veist, þannig að endilega koma og fylgjast með. Yes Rúta fyrir Dusty, of course. Akkurat. Því er ekkert annað. Heldur að verja á þeim alveg lengi það? Við erum alltaf, veist, allan í ár. Já. Ég var alltaf að skrifa ársamning. Og mér langar það alltaf, veist, ég elska strákana, sko. Þeir eru allir mjög góður individually og góðan haus í CS. Gott tím bara. Já, bara þú veist, það vil ég alltaf vera betri. Akkurat. Það er Hvar getur við fundið maður, veist, bara sjáta út bara hvað sem vilt maður, Daði. Daða, báðu bræði minna, pappa minn, Friðrik, mömmu, Solveig. Bara, já, sjáta þetta þau og þið getið fundið mig á Twitter á MidgardCS, Twitch MidgardCS, Instagram MidgardCS, þótt ég ekki búin að posta neitt þar, ég veit ekkert hvað ég er að gera þar, sko. En, já, ég mæli með að koma að kíkja á mig, alls þar. Good fucking meistari Og maður. kíkja á Frikka, hann er líka legend. Check it out. Þannig að bara gaman að sjá þig og ég bara vona ekki hitt aftur. Takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta.